Já, komið þið sæl. Það lægð hér rétt austur af landi og þegar fara að rigna nokkuð mikið fyrir norðan og það rauninni svona vatnsveður sem í aðalhlutverki hjá okkur næstu 2 sólarhringa. Það mun rigna töluvert mikið norðan til á landinu, sérstaklega í fjalllendi og það getur skapað hættu á skriðuföllum og eðlilega verða vatnavextir við slík skilyrði. Meira það síðar en við sjáum að lægðina hún nú bara svona rétt að fikar sig hér rétt aðeins til norðurs hvað var það morgundaginn og við sjáum að það töluverð úrkoma að reiknast hér fyrst allt norðanvert landið og seinna meir verður það meira hnýtt með þá á norðvesturhorni landsins en fer síðan að draga úr þessu rauninni aðra nótt og verður svona skaplara þegar við komum inn á helgina en það kallóf sem fylgir þessu og það getur náttúrulega haft í för með sér að eitthvað af þessu verður snjókoma eða slita þó sérstaklega þegar við erum komin upp í nokkur 100 metra hæðar upp á heiðar og fjallvegi þannig ekki hægt að útiloka það að það myndist aðeins erfið akturskilyrði. En það sem áhugjefnið rauninni þessi miklu úrkoma sem að reiknast í fjalllendinu fyrir norðan. Við erum að sjá 200-300 millimetra á næstu 3 sólarhringum. Þar megnið sem að fellur þá í kvöld og á morgun og þegar við förum hér aðeins austara þá þetta 150 til svona tæplega 200 og þá að við erum Tröllaskaga og jafnvel austur á Fljótsdalshérað og Borgarfjörð eystri. Þannig að það vissulega mikil úrkoma sem að mun falla þarna og þetta þarf náttúrulega alltaf leita til sjávar hægt og bítandi. Og það verið gefnar út viðvaranir af þessum sökum og við sjáum hér klukkan 18 og þá var svona megin þungin í úrkomunni á norðausturhorninu og þegar í gildi gul rigningaviðvörun á Norðurlandi eystra og við sjáum að þær síðan poppa upp í öðrum landslutum hér á Norðurlandi einnig hvassviðrisviðvörun við Breiðafjörð og á Vestfjörðum því að þessu fylgir eðlilega töluverður strengur sem getur verið hættulegu faratækjum sem taka á sig töluvera vind. En í fyrramáli sjáum við að það rignir allt norðanvert landið og mesta ákveðin á ströndum sem og Tröllaskaga og í rauninni í fjallgarðinum austan Eyjafjarðar. Og ekki svo ýkja gott veðri hér sunnan til hitatölur eru tiltölulega lágar það svona bara við segja 5 til 8 stig og skýjað að mestu leyti þar en þegar norðar dregur haugrignir víðast hvar og það í rauninni ekki mikið sem breytist þannig að þegar við horfum síðan hvernig morgundagur þróast það mun þó smá saman draga úr svona mestu ákveðin á norðausturhorninu og úrkomu viðvörun þar fellur í gildi annað kvöld og hér komið klukkan 18 og þá hún enn í gildi og nánast sömu viðvaranir og við sáum það hér morguninn en við sjáum þó að skilin hafa flutt sig hér til vesturs og við sjáum að síðan þegar við keyrum hreyfindina áfram að þessi viðvaranir dettur út og svo dettað út hver og fætur annari þar að segja annað kvöld og aðra nótt og orðið svona minni úrkomu í þessu á laugardaginn þótt vissulega muni halda áfram að bæta í en sunnan og jafnvel við á vestanlands að þá mun nú létta til á laugardaginn svo við sjáum kannski hér á þessu korti og hitatölur eftir nú geta farið þetta 15 til 16 stig þó sennilega verður nú ekki víða sem hiti farið yfir 10 stig á landi norðavert. Sunnudagurinn enn betri eins og við sjáum hér þó vissulega sé enn merki úrkomu norðanlands að þá þetta í mun minna mæli og sennilega slitróttara en fínasta veður hér sunnan til á landinu og svo að sjá að vindátt verið aðeins austlæg þegar við komið fram yfir helgi og við sjáum það til að mynda hér þá á mánudaginn og það fínasta veður svona víða land, jafnvel sólríkt bæði vestan og norðanlands og jafnvel austanlands líka en það gæti ringt eilítið hér allra síðst á landinu. Aðeins svona í restina rétt að bregða sér til Evrópu það rignir víða í sunnanverðri Skandinavíu á morgun en þegar við förum hér til suðurs að þá sjáum við að það nú sólríkt víða og hiti og yfir 30 stigum í suðurhlutanum og þó að séu skúra lenga síðan á stöku stað þá þetta nú tiltölulega mæljast veður en meira svona veður erlendis síðar í kvöld verið sæl.